Undanfarin mánuð hefur verið starfræktur leshringur í Mývatnssveit þar sem verk Jakobínu Sigurðardóttur hafa verið krufin til mergjar og nú á laugardaginn verður haldið málþing á Skútustöðum skálkonuna. Dagbjörg Bernadóttir og Ásta Kristín Benediktsdóttir, hvað kemur til? Hvers vegna hafa Mývetningar svona mikinn áhuga á þessari skálkonu? Ég hef haft áhuga á Jakobínu að því átti lána að fagna kynnast henni og ég flutti í Mývatnssveit fyrir 25 árum og kynntist henni og heimilisfólkinu í Garði og einhvern veginn hefur hún bara fylgt mér. Ég hafði ekkert lesað af verkum hennar þegar ég flutti í sveitina og kannski bara ekkert komið í verk, en það blundaði alltaf með mig þessi löngun eða hugsun að já, hún hefði kannski, hún ætti erindi til okkar ennþá í dag og ég fannst hún svolítið spennandi og ég var búin að hitta fólk sem hafði mikinn áhuga á henni og hafði kynnt sér verkana vel og svo bara vill henni til að Ásta Kristín sérfræðingur í verkunum hennar Jakobínu og einhvern veginn fór boltinn að rúlla, ég veit ekki alveg hvernig og sem sagt 5. október verður þetta málþing. Ég kann enga frekari skýringu á því. En fyrir þá sem ekki þekkja til, Jakobína Sigurðardóttir, hver var hún og hvað svona sérstakt við verk hennar? Jakobína fæddist í Hælavík á Hornströndum en flutti sérst í Mývatnssveit 1949, giftist þar Þorgrími Starra Björgvinssyni og flutti í Garð og bjó þar þangað til hún dó. Hún skrifaði 10 bækur og margar mjög merkilegar. Hún var bara einn af fremstu og merkilegustu rithöfundum okkar, myndi ég segja, á 7. og 8. áratugnum. Og henni hefur svona, ég vil ekki segja henni hafi verið veitt engin athygli, hún hefur sjálfsögðu verið veitt athygli en hún áskilið allavega að mínum mati meiri umfjöllun. Og sérstaklega finnst mér í heimabyggð og það var kannski kveikjan af því af hverju mig langaði að koma þessu málþingi á. Ég skrifaði meistararitgerð verk hennar í Háskóla Íslands en mig langaði fyrst og fremst þess að fá fólk hérna fyrir norðan til þess að kannski lesa meira eftir hana og ræða verkið. Og það liggja eftir hana þó nokkuð verk? Já, það gera það og einmitt svo ég taki við það sem Ásta endaði að þetta tókst nú Ásta ágætlega í leshópnum og það var hugmynd sem kom frá Ástu þegar við förum að leggja drög að þessu málþingi að því að það vill svo vel til að hún er búin að vera heima þennan mánuð að við höfum hist 4 sinnum, við höfum verið 16, þau voru flest og krufið undir lesögn hennar og lesið og fjallað verk hennar sem hefur verið alveg óskaplega skemmtilegt og það smá afurð af því á málþinginu. Og aðeins að konunni Jakobínu, það sem mér finnst líka svo spennandi það sko hvernig gat þessi kona skrifað með öllu því sem að húsmæður til sveita hafa að gera og ég hugsaði á þeim tíma sem ég þekkti hana, ég skildi ekki hvernig það hafði verið hægt, við ræddum ekkert mikið verk hennar og hún hampaði náttúrulega ekki sínu verkum og það kannski eina ástæða fyrir því að það hefur ekkert verið mikið hana fjallað, ég veit það ekki en mér fannst sko persóna var svo töfrandi og það var eitthvað svo forvitnilegt við hana. Hún var orðin fullorðin kona en við áttum margar skemmtilega stundir og mér bara finnst það lítið ásamlegt að geta hitt fólk og deilt með því áhuga og það er svo gaman að heyra sín annara á verkin sko. Lesa þau sjálfur og það það sem var svo gaman í þessum hóp. Tvisvar verður gamall maður barn, segir orðtak sem allir kannast við og rétt það á vissan hátt. Ef svo væri ætti ég nú orðin gömul kona að geta gengið inn í bæ barnæsku minnar og þekkt þar aftur hvern krók og kima. En svo ekki, því miður. Og mér skilst að dagskrá málþingsins sé afar fjölbreytt og það ókeypis inn þarna. Þið kannski getið tæft á einhverjum atriðum sem verða þarna í boði? Já, það 4 erindi verk Jakobínu og svona hana sjálfa í bland. Síðan leiklestur upp á verkum Jakobínu. Og svo mjög spennandi tónlistaratriði sem að Ingibjörg Guðlaugsdóttir sem barnabarn Jakobínu samdi þessast tónlist við 7 ljóð eftir skáldkonuna og það verður flutt af tónlistarhópnum Aurora Borealis. Og svo innlegg frá lesóknum eins og Dagbjörg tæpt á. En kannski það sem heldur þessu uppi kannski það sem við byrjuðum allavega með upphæð, þessi 4 erindi verkin og ólíkar hliðar Jakobínu stöðunar í bókmenntasögunni og svona farið yfir verkin og ljóðin og slíkt. Sjáu þið fyrir ykkur að verði einhvers konar framhald á þessu fyrst að lesingurinn tók svona vel núna í september? Einhvers konar framhald, ég alveg viss það. Kannski og vonandi áframhaldandi vinna í svona leshópum en svo á ég nú svona ákveðin draum svona kannski hliðstæðu dagskrár í Skjólbrekku
og einmitt kannski bara að horfa svolítið í heimahagana fyrst, hvað við höfum haft í kringum okkur. Maður gleymir stundum þeim sem að næst okkur eru og það fjöldinn allur af listamönnum sem að við gætum hampað ef við myndum halda áfram að láta boltan rúlla. Já, ég er sammála því. Þetta ég úr Mývatnssveit og kannski mér hefur langað mjög lengi til þess að gera eitthvað menningartengt heima en það var Dagbjörn sem raun og veru hafði sambandið mig fyrst og spurði hvort að þetta væri eitthvað sem ég hefði áhuga að hjálpa til við, sem ég hafði að sjálfsögðu. En ég er ekki búsett í Mývatnssveit núna en draumurinn er náttúrulega alltaf að koma heim aftur og kannski gera eitthvað fleira og það hefur sýnt sig núna í september að það er allt hægt, viljinni fyrir hendi hjá fólkinu sem er þarna og bara, já, ekki bara stefna á það. Jú, já, og fengi náttúrulega styrk víða til þess að gera þetta. Já, einmitt. Gömul kona situr á neðsta stigahaftinu og grátbiður tímann. Ljúktu upp fyrir mér eldhúsinu hennar mömmu, aðeins andartak, svo ég geti séð það eins og það var eftir að eldavélin kom og pabbi innritaði það. Ég er þar, við erum þar öll.